komið sæl og verið velkomin í þennan loka þátt af fótbolta sem við erum svefnin. Ég heiti Ólafur Birnir Hákonarson og með mér Stefán Pálsson og okkur hefur tekist að fara yfir svona ágætlega víðan völl svona á þessum 8 vikum sem við verið hérna saman og í dag ætlum við að klára þetta með því að fara yfir svona róttæk knattspyrnulið, lið sem er kannski aðeins þekkt fyrir meira en bara að spila fótbolta. Já, svona kannski ágætt að enda á svona jákvæðum uppbyggilegum nótum. Þetta var náttúrulega mjög þungt hjá okkur hér fyrir viku þar sem við vorum að tala um svona helförina og fasistastjórnir og annað slíkt. Þannig að við svona endum á bjartari nótum en við ætlum að halda okkur dálítið í sömu löndum og við settum svona mesta fókusin á síðast sem að eru þá Ítalía, Spánn og Þýskaland. Því að hvert þessara landa hafa lið og sum jafnvel meira heldur en eitt þar sem að svona stuðningsmennirnir eða jafnvel félögin sjálf hafa svona orðspor fyrir það að vera pólitískt róttæk með vinstri stefnu, með antirasisma og annað slíkt. Og þar erum við nú dálítið að synda gegn straumnum því að svona flest stór fótboltafélög eru bara fyrirtæki í rauninni. Eru bara þessi svona einhverju gróða skinni. Þetta eru fyrirtæki sem að fullt af fólki stendur samt sem áður í svona persónulegu sambandi við og lifir og hrærist fyrir og svo eru náttúrulega alltaf þessir árekstrar. Þú ert með áhorfendurnar og aðdáendurnar sem að líta í rauninni svo á að þeir eigi liðið en í skilningi lagana og einkaeignarréttarins að þá eru það einhverjir ríkir milljónamæringar sem að eru kannski að nota þetta, kannski að græða, kannski sem leikfang eða annað slíkt. Já. Og svo er það nú áhorfendakúltúrin að það sem að svona í seinni tíð og það er kannski sérstaklega eftir bara frá 9. áratugnum þá hafa svona boltabullur eða svona húliganar á fótboltavöllum að þeir hafa kannski verið tengdir við hægri öfgar og þannig að þetta hefur í rauninni verið kannski staður þar sem að menn hafa komist upp með það í krafti þess að vera í massa, fela sig í fjöldanum, að láta falla svívirðingar, hatursorðræðu og annað slíkt sem mann kæmist ekki upp með í öðrum kringumstæðum. Kannski ákveðin svona hefð bara mæta fótboltaleik, lendi í slag. Já, þetta er bara lífstíl. Þetta er bara lífstíl fyrir ákveðin hóp, ungir, einhverjum ungir karlmenn sem að bara lifa fyrir leikinum næstu helgi þar sem að þú nærða að lumbra á einhverjum og ekki verra ef hann er þelddökkur. Þannig að það er kannski ekki skrítið þótt að margir svona antisportistar á vinstri vængnum tali svona eitraðan arf fótboltans og eitraða karlmennsku og það allt saman. En fótboltinn innifélur svo margt eins og við höfum komið inn á og við höfum dæmi félög sem að fara alveg í hináttina og við byrjum á Ítalíu. Já. Livorno, Ítalíu. Livorno, Ítalíu og það er nú lið sem að menn sjá nú ekki á stigatöflunu í efstu deild núna. Nei. Það eru bara fáein ár síðan þeir voru í efstu deild. Einmitt. Þeir hafa hríðfallið og það er eitt einkenni á þessum liðum sem að við erum að fara að tala um í dag og þessi svona alternatífu fótboltalið að þau eru stundum dálítið jójó. Að þau fara djúpt niður en svo rísa þau hratt upp og kannski að hluta til vegna þess að það er ekkert lykilatriði endilega fyrir stuðningsmönnunum staðan í töflunni. Hvort að menn séu í efstu deild eða í fjórðu deild er ekkert svona himinn og jörð ferst ekkert yfir því. En Livorno er svona, þetta er nú félag sem að
þetta frekar rýr bikaraskapur ég held sé einn bikarmeistaratitill í sögunni Unnu serie B tvisvar eða eitthvað telja það með sem titil sko já og hérna svona eitthvað annað sæti einhver tíman fljótlega eftir stríð eitthvað svoleiðis 21-22 eitthvað svoleiðis þannig að en á móti kemur að það gildi líka bara mjög mörg fótboltalið á Ítalíu þar sem að það hafa nú verið svona stóru dóminerandi félögin frá Róm, Torino og Milano sem að hafa alltaf svona stólið senunni en Livorno er sem sagt gamalgróið fótboltalið völlurinn þeirra það er víst mikið ævintýra að fara þangað því að hann er ævaforn og í ljósi sko það er aldrei kaldhæðnislegt í ljósi svona þeirra róttækni sem tengja við félagið í dag þá er þetta aldrei kaldhæðnislegt að hann er reistur þarna snemma á Mussolini tímanum og meira að segja var hann kendur við dóttur Mussolinis Emmu Mussolini sem að hérna það var nú snarlega fjarlægt eftir stríð og þarna völlurinn þykir bara svona ágætt dæmi svona fasíska byggingarlist og bara svona dæmi geru 4. áratugs völlur sem hefur mjög lítið verið viðhaldið en Livorno borgin enga síður og hefur verið bara langt árabil svona mikil miðstöð róttækra sósíalista á Ítalíu. Þetta hreinlega borgin þar sem að Gramsci og félagar, ég held að sé hvergi annar staðar heldur en á samstöðinni að maður geti slegið sig með Gramsci í fótbolta podcasti þar stofna þeir sem sagt kommunistaflokkin og þarna voru það bara örstutt síðan að sko fyrsti borgarstjórinn var kosin sem ekki var fulltrúi sko róttækra vinstrimanna þetta verkamannaborg hafnarborg og eins og gerist oft með slíkar hafnarborgi þá er það ákveðin svona suðupottur svona meiri félagsleg blöndun heldur en víða annar staðar og meiri kynni af útlendingum innflytjandum og á meðan að þegar að svona þessar últras sveitir fóru að koma fram og últras held ég sko svona ofnotaðasta hugtak í fótbolta. Við erum með KFG últras. Já, ég segi það er bara vinahópur sem að fæðir sér í öl og ég tala ekki ef að einhver kveikir á blísi í lok sigurleiks að þá mér fannst að kalla það últras en fyrirbærið últras það hafa sko félagsfræðingar ritað miklar ritgerðir sem við vilja meina að þetta sé upprunnið í Suður-Ameríku, í Brasilíu á 4. áratugnum en í Evrópu þá tengja menn þetta við Ítalíu upp úr 1950 og þá fer að verða þessi svona kultúr þar sem að ungt fólk, einkum ungir karlmenn safnast saman standa alltaf fyrir aftanmörkin það þykir hörðustu stuðningsmönnunum þykir best að vera beint fyrir aftanmarkið en ekki með fram hliðalínunni veifandi rísastórum fánum, kveikjandi á blysum, smíklandi flugeldum inn á vellina og sprengja með miklum látum þessu fylgja sko göngur, þú ert að fjörið ekki bara sko þessar 90 mínútur sem leikurinn stendur heldur safnast með kannski saman niður í miðbæ og ganga þaðan að vellinum tækifæri nota til þess að fara í slag við andstæðingana og oft verður þetta svona
það sem við sjá að þetta verður meira heldur en bara vettvangur utan það halda með fótboltaliði. Þetta bara lífstíll. Þetta lífstíll og meðlimirnir í hópnum, þeir deila stjórnmálaskoðunum, þeir margir stjórnmálamenn, sérstaklega á hægri vængnum, hafa alveg áttað sig á styrknum sem getur falist í því að skora prik hjá þessum hörðustu fótbolta hópum, en þarna í byrjun 7. áratugarins, þegar að svona fyrstu ultrahóparnir koma fram, þá eru þeir jöfnum höndum sko lengst til hægri og lengst til vinstri. Og en það var náttúrulega sko Ítalía, kommunistaflokkurinn á Ítalíu gríðarlega stór. Það margt sem bendir til þess að það sem hafa hreinlega bara komið í veg fyrir kosningasigra ítalskra kommunista og fylgiflokka þeirra hafi bara verið bara stórtæk kosningasvik þar sem að bandaríska leyniþjónustan átti til dæmis hluta máli. Metfylgi ítalskra kommunista miðjan 8. áratuginn, 76, þá fá þeir tæplega 37% atkvæði kosningum og eru langsamlega sterkasti kommunistaflokkurinn í Vestur-Evrópu. Og Elmóri samkvæmt þá var eitt af höfuðvíunum, það alltaf Livorno. Og við sjáum þetta ennþá. Stuðningsmenn Livorno, þeir flagga jöfnum höndum sko félagsmerkinu og myndum af Che Guevara, palestínska fánanum og svo framvegis. Þeir sækja mikið í svona vinaklúbbar Livorno. Þetta eru svona sambarilega þengjandi hópar á Spáni, Þýskalandi, Marseille í Frakklandi hefur haft þetta orðspor. Við ræddum nú í þættinum þar sem við töluðum sionismann, þá ræddum við nú svona vinstri róttæk félög í Ísrael. Celtic í Skotlandi hefur svona haft orðspor fyrir að hafa svona vinstri sympatíur. Þetta gilti lengi Liverpool á Englandi og svo mætti lengi telja. Og við sjáum það að þarna hefur náttúrulega félagið lent í ýmsum svona þeirra erkifjendur eru þá síðan félög sem hafa sko stuðningsmannahópa sem eru lengst til hægri. Það Lazio eða ekki, Verona. Já, Hellas Verona, það 2 Verona lið sko. Já. Og það það sérstaklega þessi 2. Já. Og þá síður allt upp úr því að þau mætast á vellinum, þá bara lögregluvörður sem aldrei fyrr. Frægt atvik sem að við gátum hér einmitt í síðasta þætti þegar við vorum að tala þann sérkennilega mann Paolo Di Canio og svona fasíska tilhneigingar hans, og þegar hann fór að heilsa stuðningsmönnum Lazio, þá gerist það einmitt í leik við Livorno sem að gera allt algjörlega brjálað. Já. Og en þetta náttúrulega samt líka félag sem að þarf að fóta sig bara á leikmannamarkaði. Einmitt. Og þetta hefur gert það að verkum að þetta hefur verið svona fjárhagsleg rússíbanareið eftir að hafa bara verið í efstu deild fyrir, ég held að sé ekki nema 5 ár síðan, eitthvað þannig. Já, eitthvað það bil. COVID fór ekki vel með menn þarna og liðið í rauninni svona verður rauninni gjaldþrota og hefur verið endurstofnað. Já. Og var endurstofnað undir þessu nafni nýja ekki US Livorno eða eitthvað svoleiðis? Jú, þetta nú kunnulegt stef fyrir við sem höfum fylgst með neðri deildaboltanum á Englandi. Við þekkjum þetta lið fara á hausinn og þau eru endurstofnuð með nálega sama nafni. Já.
AFC í staðin fyrir FC og fleiri slíkar leiðir. En þetta þýðir það að Livorno í dag í rauninni þeir í D-deildinni og það bara fyrir náð og miskun sko, því að í rauninni áttu þeir að vera einu þrepi neðar í píramítanum, en það voru síðan gjaldþrot í öðru félagi gerði það verkum að þeir var sleppt inn í D-deildina. Já, okay. Þar munu þeir bara byrja að klifra sig upp aftur, því að það sýnir sagan okkur. Já. Það er einhver enduruppbygging í gangi núna, ekki það? Jú, hún er í gangi og liðið er aftur að fá margfalt fleiri áhorfendur heldur en gerist og gengur með einhver sko fjórðu deildar lið þarna á Ítalíu og það eru náttúrulega fólk sko allstaðar að úr heiminum, vinstri menn sem eru spenntir og vilja fylgjast með þessu. Já. En klúbburinn er ekkert endilega stofnar okkur svona pólitískum forsendum eða eitthvað. Nei. Það er bara, þeir laðast að stuðningsmennirnir bara út af pólitísku svona, eða hvað segir maður, svona bara hvernig fólkið á landinu aðlist, að hvaða pólitíska... Já, það má kannski segja það. Ég meina að því að þetta er vinstri sinnu verkamannaborg, þá eru áhorfendurnir, vinstri róttækir alþýðumenn, en einmitt, og það er nú það að sko eigendur ítalskra fótboltaliða, það er ekki hefð á Ítalíu fyrir einhverju svona samfélagslegri eign, heldur eru félögin, þau eru í eigu einstaklinga eða fjölskyldna og það eru auðmenn og þeir kjósa til hægri. Þannig að oft er það, og þarna sjáum við sko sama mynstur og við höfum að tala betur um það á eftir, þar sem að við erum með í rauninni félag sem hefur orðspor fyrir að vera kommunista-klúbburinn, en eigandinn er síðan bara einhver vinnur Berlusconis og hugsar bara um Excel-skjöl. Og þetta náttúrulega í sjálfu sér líka þannig að allur þorri leikmannana eru náttúrulega bara ástæðan fyrir að þú spilar með Livorno er bara það að umboðsmaðurinn þinn náði að selja þig þessu félagi. Þú ert ekki keyptur vegna einhverja pólitískra hugsjóna, heldur vegna þess að þú ert með góðan vinstrifót eða sterkur í föstum leikatriðum. Og það þýðir það að stundum eru svona leikmennirnir sem að eru bara ungir strákar sem hugsa að kaupa sér flottan bíl og lifa stjörnulífinu. Á vestur Ítalíu einhvers stað? Já, þeir eru á dálítið svona annari bylgjulengd, en fyrir vikið þá gerist það, og það er dálítið mikilvægt í þessum klubbum, að það verða til svona költ hetjur. Það eru svona einstakir leikmenn sem að svona falla að þessum félagsanda, hafa kannski svona klókindin líka til þess að spila með og segja réttu hlutina og kippa í réttu spottana, og það eru sérstaklega tveir menn sem hafa svona góðsagnakennda stöðu með að Livorno stuðningsmanna sem að léku nú bara samtíða hér fyrir á þessari öld, og það er sem sagt annars vegar Igor Protti sem að var svona bara miðju jaxli í Livorno liðinu sem að hafði leikið í efstu deild og hríðfjall og fóru þá niður í C-deildina, þeir alveg vanir svona sveiflum upp og niður. Hann fekk tilboð víða að en hélt tryggð við félagið og fór með þeim niður og aftur upp. Og þetta er náttúrulega alveg leiðin til þess að verða sko fá góðum líkan status meðal stuðningsmanna. Ég meina við munum nú eftir því hvað Buffon, markvörðurinn, fekk nú mikið kredit fyrir það þegar að hann fór nýður um deild með Juventus. Þó að allir vissu að þeir myndu rjúka beint upp aftur. En samtíða Protti, þá er í rauninni sko herra Livorno leikur með honum hluta af tímanum, og það er maður að nafni Cristiano Lucarelli sem að aftur eins og Protti er heimamaður og
við erum náttúrulega bara svo vön því í íslenska boltanum svona að það sé nú alltaf drjúgur, það sé nú alltaf einhver stappi af leikmönnum sem sé nú bara upp aldir og heimastrákar. Þetta náttúrulega farið í erlenda atvinnuboltanum. Já. Það sára sjaldgæft að það séu bara einhverjir drengir úr heimaborginni aldir upp hjá félaginu sem að leiki þar síðan sinn feril. En Lucarelli hafði sem sagt bara alist upp í Livorno, verið bara últra stuðningsmaður á pöllunum sem táningur og fyllt sínu liði, fekk svo gigg hjá félögum annar staðar, hélt samt alltaf áfram að mæta á völlinn og kveikja í blissum og hérna kljást við lögguna. Gengur svo til liðs við Livorno liðið og leikur með þeim í efstu deild, hafnar rísatilboði frá Zenit Leningrad sem að bara með þeim orðum að hann ætli bara að leika fyrir sína menn og þess utan verið mjög öflugur við að svona lyfta undir svona ýmis róttæk málefni, talað Palestínu og annað slíkt og það sem að hérna var lengi minnum haft var það þegar hann hafði verið ungur maður með undir 21 árs landsliði Ítala hafði hann fagnað marki með því að rífa sig úr treyjunni og afhjúpa Che Guevara ból þar innan undir. Þetta gerði það verkum að hann var frystur úti af ítalska landsliðinu mörg ár og áður en hann var að fyrirgefa lokum, náði aldrei nema 6 landsleikjum. En maður getur svona rétt ímyndað sér hversu mikið svona street cred það gefur að hérna róttækra stuðningsmenna að vera svona einn af þeim. Nákvæmlega, já. Og við sjáum þetta að hjá öllum þessum svona vinstri róttækuliðum það er ekkert margir leikmenn sem tikka í öll þessi bóks en þegar þeir koma að þá verða þeir náttúrulega alveg sko yfirburðastjörnur. Já, getum alveg dálítið sagt að hann hafi fórnað ferlinu fyrir málstæðin. Talsvert sko og ekki það að hann það náttúrulega ekki að kvarta, kláraði sinn feril, svo fór það nú þannig að lokum að hérna hann endaði nú á að fara til Donetsk í hérna Úkraínu en benti nú bara á að Sjatkar hefði sem sagt greitt umfram klásúluna í samningnum og að félaginu hafði nú ekkert veitt af peningunum þannig að hann leit nú ekki á að hann væri að svíkja einn eða neitt með því. Einmitt. En þeir lenda þarna einmitt í einhverju svona hálfgerðu gjaldþroti hérna fyrir nokkrum árum og það var einhver tilraun það ekki til þess að gefa stuðningsmönnunum völdin. Er það ekki satt? Jó, það voru svona tilraunir til þess en hérna hluta til það bara þannig að í fyrsta lagi fótboltafélög eru peningahít og regluverkið á Ítalíu og það sama gildir Spán sem við erum að fara að tala rétt á eftir það gefur ekki sömu möguleika á svona þessu beinu sko stuðningsmanna lýðræði sem að við sjáum til dæmis meðan að í Þýskalandi þá er þetta þannig að allavega að nafninu til á það að heita svo og svo eru glöfur fram hjá því þá á það að heita að 51% að lágmarki að hluta fjár í félaginu skuli vera í eigu stuðningsmannaklúbba. Nákvæmlega. Glöfurnar eins og ég segi þær eru ýmsar frægt dæmi er hérna RB Leipzig sem að hefur skotist upp á stjörnuhiminin í Þýskalandi síðustu árin og eru náttúrulega bara
hluti af íþróttaarmi drykkjavöru fyrirtækisins Red Bull. Einmitt. Logoið unnið það sama á Red Bull orkudrykkjunum og RB, það vita allir fyrir hvað það stendur. Nákvæmlega. Leiðin sem þeir fóru til þess að komast fram hjá þessari reglu stuðningsmanna lýðræðið var það að það var myndaður stuðningsmannaklúbbur RB Leipzig. Í honum geta bara verið yfirmenn hjá Red Bull fyrirtækinu og þeir fara með þessi 51% og þar hafa íþróttayfirvöld ákveðið setja kíkinn fyrir blindaugað. En þetta er enn erfiðara og langsóttara á Ítalíu þar sem menn eru ennþá í þessari stöðu og við höfum séð þetta aftur og aftur. Knattspyrnumaðurinn Sókrates sem við töluðum nú í fyrsta þætti. Hann var einmitt, þegar hann var að leika fyrir Fiorentina á Ítalíu, þá komu upp þessir árekstrar að Fiorentina var líka félag sem að á 9. áratugnum hafði orðspor fyrir vinstri sinna stuðningsmenn og Sókrates mætti og talaði á fundum hjá kommunistaflokki Ítalíu og lét sig ýmis málefni varða, en sem féll í kramið hjá sumu stuðningsmannana, en eigandinn var sko forhertur hægri maður og aktífur í pólitík þar. Hafði engan húmor fyrir þessu. Hafði engan húmor fyrir þessu og það var ekki litið svo á almennt að skylmingaþrælarnir ætti að vera að hafa mikla skoðun á þjóðmálum. Þeim væri bara borga nógu vel fyrir það að þeim bara þegja og láta næja að vera bara á sportbílum. Einmitt. En talandi Spán, það annað svona sambarlegt félag á Spáni, Rayo Vallecano. Já. Það er mjög skemmtilegt. Ég greip nú með mér, enga bók Livorno, ég greip með mér ágætis bók sem að heitir Working Class Heroes, ef að fólk vil lesa sér til, sem er í rauninni bara skrifuð af svona bara ungum breskum fótboltamanni sem var orðin bara dálítið svona frústreraður yfir þessum heimsfótbolta og þar sem að allt snerist peninga og þeir ríkari verða stöðugt ríkari og þeir fátækari, og hann heillaðist í rauninni af þessari hugmynd þetta litla spænska lið sem að er Rayo Vallecano, og Vallecano er í þessu Vallecas hverfi sem að er svona eitt af útkverfum Madridaborgar sem að byggjast upp á fyrri hluta 20. aldar og er slömm. Þetta var borgin þar sem að bara fátæka fólkið sem að var að flytja til borgarinnar úr sveitunum til að fara í láglaunuðu verkamannastörfin, það gat hróflað sér upp ódýrum húsum þarna. Félagið er stofnað 1924 og er bara lokal hverfalið. En í þessu hverfi þá myndast mjög sterk hverfisvitund. Þetta var svæði þar sem að svona andspyrnan og svona andof og mótmæli gegn Franco-stjórninni voru alltaf hvað öflugust. Þetta var sem sagt öryggislögregla Francos var með augun á þessu hverfi vegna þess að þarna sá hún í hverju horni einhverja anarkista eða kommunista eða sósíalista sem að sátu á svikráðum við stjórnina. Og þetta er lengst af þetta félag sem að er bara að ströggla í neðri deildinum. En svona og öðru hvoru, þetta er svona jójólið milli fyrstu, annarar og þriðju deildar og svona lengst af í næst efstu deild. Já. Og þegar þeir slíðstuðust upp í efstu deild að þá fórum henni yfirleitt svona nokkuð beina leið niður aftur. Hefur hins vegar tekist á þessum svona síðustu árum að festa sér nokkuð í sessi
og til dæmis á síðustu leiktíð þá endaði félagið 9. sæti sem bara þeirra besti árangur í sögunni og eru svona bara í fyrsta sinn í sögunni kannski komnir á þann stað að menn bara reikna ekkert með þeim beint niður sjálfkrafa. Þeir eru búin að vera þarna, er ekki í efstu deild í 3 tímabili í röð? Já, og en ekki þar fyrir að á sama hátt og með Livorno þá skiptir það ekki öllu máli fyrir stuðningsmennina hvar menn eru í deildunum. Þetta er það voðalega þægilegt og gaman að vera í efstu deild en krafan er frekar heldur en að það sé sko einblínt á árangur og stig og titla að þá er krafan að menn berjist fyrir klubbin og stemningunni hefur verið lýst þannig að sko eiginlega sko mestu fagnaðarlætin brjótist út þegar að einhver nái sko góðri tæklingu eftir að hafa hlaupið einhvern uppi í 40 metra uppi við hliðalínu sko. Það er bara jafngildin einhverju svona marki. Já. Og þannig að það sé í rauninni versti glæpurinn fyrir gagnvart stuðningsmönnum frá leikmönnunum það er bara að sýna ekki fulla baráttu. Og völlurinn er mjög hillandi þarna þetta er dálítið einkennandi ef maður hefur séð svipmyndir þarna frá leikjum Rayo Vallecano að það eru bara sko það eru stúkur á 3 vegu og bakvið endamarkið öðrum megin á vellinum er bara múrsteinsveggur. Já. Þannig að lengi vel var þetta þannig að það voru höfðu svona tvöföld stæði stæðaröð og svona fáeinar hræður þarna bak við markið svo var bara ákveðið fyrir nokkrum árum að bara stækka völlin pínulítið lengjan aðeins og svo er bara þarna þessi vígalegi steinveggur og á hann eru alltaf sko teiknaðar miklar myndir með vígorðum og annað slíkt. Þetta hverfi og þar að leiðandi þetta félag hefur alltaf verið sko yst til vinstri í pólitíkinni á Spáni og á sama hátt þá hafa stuðningsmenn Rayo Vallecano þeir eru með myndir af Che, þeir eru með hamar og sigð og nú lengi vel jafnvel sko hampandi fæðingadegi Stalins og öðru slíku. Þeir hafa tekið þátt í það eru svona ýmis dæmi sem hafa verið tekin svona félagslega vitund stuðningsmannana sem hafa oft verið öflugir. Við kemur að því að safna bara peningum til góðgerða mála, það hefur verið að safna peningum fyrir Palestínu, fyrir fórnarlömb, jarðskjálfta á Haiti og svona, ef maður þarf ekkert að googla mikið Rayo Vallecano þá er alltaf sögð svona þessi sama saga af gamalli konu sem að var 85 ára gamalli konu sem var átt að bera út úr leiguíbúð sinni þarna í hverfinu. Fregnir af þessu bárust til forsvarsmanna liðsins og það var farið í bara peningasöfnun og mótmælt framferði í leigufélagana og bara keypt íbúð fyrir viðkomandi. Já, okay. Þannig að þetta er aðeins kannski frábrugðið Ítalíu ekki að það sem að stjórnarmenn og eigendur kannski ekki endilega á algjörlega undverið skoðun við stuðningsmenn og svona stefnu klúbbsins eða hvað? Já, því að hér nefnilega lendum við aftur í því að það er afskaplega illa þokkaður eigandi á þessu félagi. Presa að nafni og hefur sem sagt
og það eru mótmæli eru algeng hjá stuðningsmönnum Rayo Vallecano. Eitt af því sem þeir hafa mikið látið til sín taka það að þeir hafa verið að mótmæla fáránlegum leiktímum. Spænski boltinn dálítið merkilegur með það að þar bara grimt öllu leikdagatali stilt upp út frá því að Barcelona og Real Madrid og Atletico séu á bestu tímum. Og síðan öðrum leikjum bara raða niður út frá því til þess að það sé nú svona hámarks fótbolti í gangi. Og leikir byrja snemma á morgnana og eru jafnvel seint á kvöldin. Maður sé leiktíma eins og bara byrja klukkan 11 á föstudagskvöldi og þar hafa við til göttunum. Nákvæmlega. Og minni liðin, þau að fá þessa verstu tíma. Og Rayo Vallecano stuðningsmennir hafa oft verið með alls konar uppákomur í tengslum við það og oft sjónrænar. Látið sig hverfa þannig að við blasi tóm stúka þar til á einhverju tiltekinni mínútu þegar öll hersingin mætir og þar fram til götunum. En þegar það ekki verið að mótmæla ofur ríkidæmi stóru liðana 2-3 eftir hvernig talið og furðulegum leiktímum, þá hafa mótmælin beinst að eigandanum sem þið vilja losna við. Hann hefur verið dálítið duglegur að bjóða í stúkuna sína forystumönnum hægri flokka á Spáni, stjórnmálamönnum úr þessum jafnvel reynlega fasistaflokknum sem nú illu heitli að ná ákveðinu fótfestu á Spáni. Og það vakti mikla athygli eftir eina slíka heimsóknina að þá mætti stór hópur stuðningsmanna með bara skrúbba og kústa og skúringafötur og byrjuðu bara að skúra og sögðu að þeir væru að þrífa völlin eftir að þessir þessir fasistar hefðu sörgað hann. Þannig að var lengi, það var hatur barátta við yfir stjórnina sem að stuðningsmennir voru í mörg ár að krefjast brottreksturs hjá stjóranum sem hafði nú, það snýrist ekki árangurinn úti á vellinum, heldur hafði sá knattspyrnustjóri unnið sér það til vanhelgis að hann hafði lent í svona smá klaustursmáli sem sagt að það fór af stað hljóðupptaka þar sem að hann var með ýmsa ósmekklega brandara og var sérstaklega hafði verið að gantast með, þá var hann að gantast með mjög subbulegt nauðgunarmál sem að koma upp tengslum við spænska fótboltan þar sem að einhverjir knattspyrnumenn höfðu hópnauðgað unglingsstúlku og hann var sem sagt til á teipi að gantast með að þetta hefði nú kannski verið bara svona hópeflismál og gott fyrir móralin. Stuðningsmenn Rayo Vallecano hefðu skiljanlega engan húmor fyrir þessu og bara svo mánuðum skipti dundi krafan á stjórnendum félagsins að þessi maður eru látin taka pokann sinn. Já. Sem gerðist að lokum en það hafði þá kannski minna að gera með þetta atvik heldur frekar bara árangurinn inn á vellinum. Betur gekk þeim í því sem að var að krefjast þess að úkraínskur leikmaður, þetta mál sem að það eru svona 6 ár síðan, 2017 þá hafði úkraínskur leikmaður sem að var harður og yfirlýstur sem sagt þjóðerni sinni og var búinn að hélt úti
hélt úti sjóð til þess að styrkja þjóðni sinna í átökunum í austur-Úkraínu. Hann skrifar undir lánssamning við Vallecano og stuðningsmennirnir komast að þeirri niðurstöðu og það hefur alveg verið deilt réttmæti þess hvort þetta hafi verið rétt eða rangt. En þeir komast að þeirri niðurstöðu að þessi Úkraínumaður sé hreinlega fasisti og setja sama mikla greinagerð þar sem þeir sýna fram á að hann hafi notað einhver fasísk tákn og tekið þátt í einhverjum samkomum og niðurstaðan verður í rauninni sú að hann hrökklast frá og hann leikur aldrei leik fyrir Rayo Vallecano. Já, þeir ná bara bólunum í burtu. Ná að bólunum í burtu, þannig að hversu þversum og slæmur sem eigandinn að þá það alveg augljóst að þegar að nógu mikill þungi í kröfugerð stuðningsmannana að þá hefur það einhvað að segja. Það eru stuðningsmennir sem kaupa miðana. Já, og það eru þessir Los Bucaneros sem eru sem eru í rauninni svona últra hreyfingin þarna hjá Vallecano. Þeir hafa sínar hetjur. Það aftur sjáum við sama mynstur og með Livorno. Það nígerískur markvörður sem að leikur með liðin á 9. áratugnum verður svona köld hetja hluta til kannski vegna þess að hann varð fyrir miklum miklu rasískum árásum frá stuðningsmönnum annarra liða meðal annars Real Madrid að þá tóku Rayo stuðningsmenn hann sérstaklega upp á sína arma og ein stúka á vellinum er kennd við þennan mann sem að, og hann kannski til marks það hvað fótboltinn var nú minna glamurus og minni peningar í því að hann endar bara sem almennu verkamaður í borginni eftir að ferlinum líkur. Þeir hafa sína hetju í manni sem heitir Robertos Trasoras sem að lék með liðinu svona á síðasta áratug frá því svona 2010-11 til 2018 sem að var mjög virkur var sem sagt vakti aðdáun stuðningsmanna fyrir það að vera mikið sem sjálfboðaliði í skýlum fyrir húsnæðislausa og sinna ýmsum svona þannig svona félagslegum markmiðum. Einmitt. Þannig að svona kannski þetta vald sem að stuðningsmennir hafa aldrei röddið þeirra en svo eins og við sjáum kannski í Þýskalandi þar sem að það kannski aðeins svona raunverulegra með þessari 50+1 reglu. Já. Ekki satt. Það dálítið annað önnur staða í Þýskalandi. Kannski fótboltinn rekinn á svona skynsamlegri hætti. Fótboltaliðin á Spáni, fótboltaliðin á Ítalíu, þau þurfa peningainnspýtingar frá auðmönnum og fyrir vikið þá er þetta menn sem reyna að líta á þetta bara sem sína einkaeign. Það önnur hefð í Þýskalandi, dálítið merkilegt og sláandi að þjóðverjar taka ekkert upp atvinnumennsku að nafninu til fyrir en bara 62-3. Okay. Þetta voru svona leiðir framhjá þessu þegar að leikmenn frægir menn fóru milli liða og það átti að heita þeir fengju ekkert greitt og væru bara áhugamenn eða í besta falli hálfatvinnumenn. Þá var þessu nú oft redda þannig að þeir fengu vellaunaðar stöður hjá fyrirtækjum sem voru styrktaraðilar viðkomandi fótboltaliða og engar kvaðir að mæta í vinnuna og annað þess áttar. Algengt var að félög lánuðu mönnum pening til þess að hefja rekstur, opna verslun eða bar eða kaffihús eða einhvað slíkt. En þjóðverðin koma samt frekar seint til sögunar.
miðaverð á fótboltaleik í Þýskalandi er miklu lægra heldur en til dæmis í Englandi. Það að fara á völlin hjá Dortmund, hjá Bayern München er bara miklu ódýrara heldur en í næstastu deild í Englandi. Bara eins og fara í bíó eða eitthvað svoleiðis. Já, þetta er mjög mikill kúltúrmunur. En af þessum liðum það eru alveg lið sem að hafa svona róttæka þræði og hipsterarnir sem fylgjast með Bundeslíkunni þessar myndir elska allir Union Berlin sem er náttúrulega þetta gamla austur-Berlínar lið sem að mjög óvænt komst í efstu deild núna fyrir 3 árum síðan og hérna er núna búið að vera að leika í Evrópukeppnum kannski ennþá vantar að þeir hafi verið einhverju titilbaráttu bara hengu ótrúlega lengi í titilbaráttunni á meðan að peningaliðið í Berlín hefur verið Hertha sem hefur leikið á Ólympíuleikunum og þá hefur Union verið svona róttaklingaliðið, vinstrimenn, hipsterar andrasista klúbburinn og annað slíkt. En geitin í þeim bransa hafði St. Pauli. Já. Við erum nú með það er ótal bækur til St. Pauli. Ég las einhver staðar að það væru 600 stuðningsmannaklúbbar St. Pauli utan borgarinnar Hamborg í Þýskalandi og í heiminum öllum. En þetta er allt töff við þetta fótboltalið. Það er svona eitthvað költ við þetta. Já. Og náttúrulega St. Pauli er náttúrulega þetta er hafnaborgin fyrir hafnaborgin fyrir Hamborg. Og Hamburg, fína fólkið í Hamburg hefur náttúrulega haft sitt Hamburger Sportverein margfalda Þýskalandsmeistara og Evrópumeistara og ég veit ekki hvað og St. Pauli var náttúrulega alltaf bara orðunubörnin hennar Evu. Menn tengja þetta náttúrulega við Reeperbahn svæðið sem að er náttúrulega bara vændiskverfið í Hamborg og bara eitt frægasta og allræmdasta svona rauðu ljósa hverfi bara í veröldinni og þarna náttúrulega hafi verið spilaður fótbolti en St. Pauli var náttúrulega bara neðri deilda klúbbur og keppa í héraðsdeildum svona meira og minna. Alltaf litla liðið í Hamborg. Og svona endur uppgötvun eða endur skilgreining þess liðs á sér stað snemma á 9. áratugnum og þá er náttúrulega þarna á 9. áratugnum þá er fótboltahúlíganismin að vaða uppi mjög tengdur við þýska við hægri öfgar nýnasista hópar eru einmitt gerandi sig gildandi fyrir á fótboltavöllum og annað slíkt og þarna verður til alveg mjög magna fyrirbæri þar sem að pönkararnir og anarkistarnir í St. Pauli ákveða að gera fótboltapallana að sínu vettvangi. Þetta eru hóparnir sem að maður hefði og sambærilegir hópar í öðrum þýskum borgum kom ekki nálægt einhverjum fótboltavöll. Heldur sig í einhverjum tónleikahúsum eða á einhverjum hippa listmörkuðum eða ég veit ekki hvað maður gerir ef maður er vinstri róttæklingur í Þýskalandi árið 1982. St. Pauli fer á skömmum tíma frá því að vera bara með einhverja 2000 manns á leik yfir í það að fylla 20.000 manna völlin sinn. Og vekja þjóðarathygli í Þýskalandi og svo utan
landsteinana bara vegna þess að þarna ertu bara með bara pöngara í gattasettum leðurjökkum og með grænan hanakamp og annað slíkt, bara veifandi einhverjum fánum með anarkista merkjum eða slagorðum á fótboltaleikjum og að slást við hægri sinnaða fótboltahópa annarra liða. Einmitt. Það var svona eitthvað mótsvar við þessari hægri bylgju sem var í gangi hjá stuðningsmannahreyfingum í Þýskalandi. Algjörlega, og eru meira töff. Snóðin kollatir eru bara vegna þess að, þú veist, margt má segja illt nínasista en já, tískuvitund er held ég með allt þess. Þannig að það sem að verður snemma einkennistákn hjá stuðningsmönnum St. Pauli er hauskúpumerkið og margir hafa vilja rekja þetta til þess að það séu tengsl við sjóræningja Hafnarborgin og það eru vissulega frægir sjóræningjar í sögunni sem að hafa hafst við í og við Hamborg, en beinasta tengingin er þetta er hústöku kultúrin. Í Þýskalandi á árunum og upp úr 1980 þá kemur fram mjög öflug hreyfing hústökufólks, þar sem að fólk bara fellir sig ekki við það að fasteigna eigendur og fasteigna braskarar séu að láta heilu byggingarnar grotna niður og menn bara sprengja sér leið þar inn, setjast þar að, koma upp starfsemi, skapa líf í tómar byggingar. Og þessi hústökurhreyfing, hún notaði sjóræningjafánan grimt og hann ratar þarna upp á pallana hjá St. Pauli. En hvernig fótboltaliðið St. Pauli? Hafa þeir náð einhverjum almennilegum árangri? Já, St. Pauli fellur nákvæmlega því mynstri sem að við höfum talað hérna, að þeir eru alltaf á hraðri ferð upp eða niður, þeir eru eins og krakki að leika sér í lyftu, því að þeir hafa oftar en einu sinni og oftar en tvisvar farið í efstu deild, en það hefur þá alltaf reynst aðeins og mikið, menn hafa seilst of langt og þá hafa þeir yfirleitt farið mjög hratt niður aftur, oftast nær frekar stabílt lið í næst efstu deild en líka öðru hvoru dottið niður í þriðju deildina. Já. Og það er það er himinn og haf á milli efstu deildar eða þriðju efstu deildar í Þýskalandi. Þú er komin munurinn á áhorfendafjöldanum og umgjörð og annað slíkt er alveg himinn hrópandi. Síðustu misserin hefur St. Pauli verið svona að sleikja umspilið í næstefstu deild eða jafnvel komist þangað. Þeim er nú ekki þótt leiðilegt að nágrannar þeirra úr Hamborg sem að alltaf höfðu verið í efstu deild slísuðust niður fyrir einhverjum svona 5 árum síðan og eru bara fastir. Já. Og þeir eru búin að vera þarna í þessu sama bastli, í þessum svona sama pakka síðustu árin. En Hamborg er náttúrulega bara stórveldi í sárum yfir að vera þarna niðri, en St. Pauli er hipp og cool og fá stóra stuðningsmannahópa frá útlandinu á hverju einasta ári. Treyjan, það er náttúrulega eitt sem er alveg magnað við St. Pauli sem fótboltalið. Ég held að séu eina félagið á byggðu bóli sem að leikur í brúnu. Já. Þetta er bara svona kúkabrún bólur við hafa alltaf verið í og þetta er einhvern veginn svo ljótt að þetta er töff. Já. Og einhver svona mjög old school feelingur yfir þessu. Þetta er það. Já. Og
það er mjög skemmtilegt ef að maður skoðar Wikipedia greinina Sankti Páli, að þá er langur kafli þar sem er verið að telja samviskusamlega upp alla tónlistamennina og rockhljómsveita meðlimina sem að hafa sést opinberlega eða spilað í Sankti Páli treyju á tónleikum. Okay. Þannig að ef þú ert hipsteralegur tónlistamæður, þá kaupir þér Sankti Páli treyju og kemur fram með henni. Ég held mér að segja Íslendingar eigi þetta fulltrú á lista, Georg Holm úr Sigurós er talin upp sem frægur músikant sem á Sankti Páli treyju. Okay. Það er miklu meira en bara fótboltaklúbbur. Já, og það er það er Hells Bells spilað, er lagið sem spilað þegar liðin fara inn á og þar fram til göttunum. En pólitíkin, hún ristir líka djúpt meðal stuðningsmannana. Þeir hafa beinlínis verið að slást við einmitt fasista stuðningsmenn annara liða, en þeir hafa backup af sínum eigendum og sínum stjórnendum. Var frægur stjórnarformaður félagsins hér í byrjun aldarinnar, Corny Littmann hét hann, sem var bara í rauninni alveg fenómen í fótboltaheiminum, að því að hann var bara yfirlýstur samkynhneigður og reynda fylgdi sögunum, men gekk alltaf reynda líka svo saga að hann væri klæðskiptingur að auki, sem var nú misskilningur og byggðist á því að hann var leikhúsmaður og hafði oft komið fram í kvenmannsgerfum, en vissulega, sem sagt, samkynhneigður stjórnarformaður, mjög litrík persóna, og stuðningsmennirnir og eigendurnir hafa verið í miklu samtali. Frægt varð fyrir einhverjum árum þegar að Karlablaðið Maxims, þegar að auglýsingar frá því voru bara teknar niður á vellinum, þar sem að stuðningsmönnunum þótti nú bara ekki gott að það var verið að auglýsa hér einhver rit sem að vera hlutgerandi konur. Það eru stuðningsverkefni í gangi, eins og sem að ganga út á að grafa brunna í Afríku, setja upp drykkjarfonta í skólum og Kúbu, en hafa menn standa með sínum kúbumönnum. Já. Og félagið hefur hjálpað til með því að vera bara opna aðstöðu sína fyrir knattspyrnumót, eins og til dæmis þegar að fyrsta heimsstyrmót heimilislaus fólks fór fram fyrir nokkrum árum. Þá var það á Sankti Páli svæðinu, fyrsta svona óopinbera heimsmeistarakeppnin, þar sem að landslið landa sem að ekki eru pólitískt sjálfstæð, sem að er í dag orðið bara mjög stórt mót og er bara að fara fram núna síðar í sumar. Það var haldið í fyrsta sinn á vegum á vettvangi félagsins, sem er allt önnur staða heldur en að því við vorum að tala um Vallecano á áðan og hinn illa þokkaða eiganda þar hafa stuðningsmennir þurft að standa í stríði við yfirstjórn félagsins, vegna þess að það er markvisst að reyna að ganga að kvennaliðinu dauðu. Og þótti mikið hneyksli þegar að það gerðist ítrekkað að leikmenn kvennaliðsins þurftu að fá aðhlýningu frá sjúkraþjálfara hinsliðsins, vegna þess að það var ekki peningur í að senda sjúkraþjálfara með í keppnisferðir. Já, ok. Þetta myndu ekki feila á þessu í Sankti Páli. Nei. Þannig að hérna erum við búin að eins og sögðum upp að við hefum alveg getað talið upp fleiri lið, við hefum getað talað um Boca Juniors í Argentínu, fleiri lið á Meginlandinu, en fyrir róttæku vinstri sinnuðu hlustendur þessa þáttar sem þurfa endilega að næla sér í treyju,
Við erum nú ekkert neitt sérstaklega félagslega meðvituð treyju. Nei, svo sem ekki. Þú bara í klassískri Arsenal treyju Já. og ég hérna í framtreyju frá gullöldinni hérna. Já, ég kom inn í fyrsta þátt sem Arsenal maður og ég mun labba eða út sem Arsenal maður, það breytist ekkert. Það breytist ekki neitt en fyrir ykkur hinn sem þurfið að finna jólagjöf fyrir róttaka knattspyrnu áhuga mannin sem á allt, þá erum við að tala Livorno, Raja og Vallecano eða St. Pauli. Já. Og líka, einmitt, ef þið eruð í framsækinni rockljónsveit. Já, það er svona þessi lið sem að standa upp úr, kannski. Já. Og þá er kannski þessi bara keppnistímabili okkar hérna lokið í fótboltasögum fyrir svefnin. Já, þetta er búið að vera mjög gaman, við sjáum til, kannski verður þráðurinn tekin upp síðar. Kannski kemur bara season 2. Aldrei að vita. Þegar við bara þökkum samfylgdina og sjáum síðar.